Já, nú ætlum við að skoða síðustu 2 verkefnin og 4. blaðsíðunni í verkefnahefti númer 3. Þetta á nú að vera kunnuleg tafla sem við höfum hér. Við verðum þá samt að vera viss hvað við höfum. Það frumlagið í fremsta reitnum, það fer hingað. Það gerandinn í setningunni með þá mögulega sinni einkunn eða eignarfallseinkunn. Það umsögnin síðan næst hérna. Það þá beygðasögnin í setningunni eins og kjarninn í viðkomandi setningu. Andlagið getum við fengið með áhrifssögnum, það þá nafnliður í aukafalli, beint á eftir sögninni vanalega. Sagnfyllingu fáum við með áhrifslausum sögnum, það þá alltaf í nefnifalli, ýmist lýsingarliður eða nafnliður. Atviksliðir, sjálfstæðir atviksliðir geta oft komið sem fylliliðir í sagnliðnum og það þá einfaldlega bara atviksorð. Og að lokum forsetningarliðurinn, það þá forsetningin fyrst og svo nafnliðurinn í kjölfarið og þá með sinni mögulegu einkunn eða eignarfallseinkunn. Sjáum til dæmis í númer 1. Þar grundvallarorðaröðin ekki, sem að við byrjum á atviksliðnum oft, eins og við höfum séð í fyrri verkefnum í þessu hefti, að sannarlega alveg hægt að fá hann fremst. Síðan þá umsögnin steikir og það greinilega sagnorð, beygt sagnorð, greinilega umsögnin. Unga konan hins vegar gerandinn, það hún sem steikir, þar af leiðandi hún auðvitað frumlagið, aðalorðið fer í efri reitin og lýsingin á henni fer með einkunnin unga í þá neðri reitin. Og hvað gerir hún? Við sjáum hérna, hún steikir kleinur, þá það dæmigert andlag, ef við segjum þetta fyrir okkur með orðið eins og hestur, þá steikir hún hest. Við heyrum sem strax að sögnin að steikja tekur með sér þolfallsandlag, svo það kleinurnar fara hingað í andlagsreitin og þá bara eftir að setja forsetningarliðin á sinn stað, handa forsetning, svo það fer þá hingað og svo nafnliðurinn í kjölfarið foreldrum, aðalorðið og einkunnin sínum hér í einkunnareitin með nafnliðnum hér í endan. Þannig koll þurfum við að setja þetta allt á sína staði, eins og við sjáum í númer 2. Þá erum við heldur ekki grundvallarorðaröð, þá það forsetningarliðurinn sem byrjar í miðbænum og hann fer þá hingað á sína staði, svo það umsögnin eru og þá þurfum við að fara að passa okkur, margar verslanir þarna frumlagið. Ef við spyrjum okkur hverjar eru, þá það einmitt margar verslanir, aðalorðið þá verslanir, margar þá einkunn með því, svo það fer hingað í frumlagsreitin. Og þá við bara eftir að setja opnar á sinn stað, þetta dæmi sagnfyllingu og við erum með áhrifslausa sögn og við erum með þá lýsingarlið sem kemur, ef við erum búin að raða upp í grundvallarorðaröð, þá kemur hann í kjölfarið af áhrifslausu sögninni að vera dæmigerð sagnfylling. Setning númer 3 nú ágætlega þægileg upp á orðaröð að gera. Þar erum við í grundvallarorðaröð, það greinilega nýja hjólið mitt sem þá gerandinn, frumlagið, og það fer þá svona í reitina, aðalorðið hjólið og svo erum við með 2 einkunnir, bæði nýja og mitt. Stendur umsögnin, úti atviksorð, þar að leiðandi atviksliður, forsetningin við tekur með sér fylliliðin vegginn. Sama með númer 4, við erum í grundvallarorðaröð, allir krakkarnir greinilega gerandinn, keyptu, dæmigerð áhrifssögn og þar að leiðandi fáum við andlagið, pilsu og síðan forsetningin eftir, nafnliðurinn sundferðina kemur í kjölfarið að því. Enn og aftur erum við í grundvallarorðaröð, nýji nemandinn, greinilega gerandinn, en hins vegar núna fáum við forsetningarliðin þarna að hann treður sér þarna inn, því hann virkar þá þarna eins og nokkurs konar einkunn með nemandanum. Í bekknum okkar þá hérna komið á sína staði í forsetningarliðarreitin. Heitir áhrifslaus sögn, eðlilega líka, við viljum fá nafnið sem kemur á eftir í nefnifalli í kjölfarið og hann heitir Jón, þá fer það í sagnfyllingarreitin. Og að síðustu, systur Jóns gekk rosalega vel á námskeiðinu. Hérna fáum við þá frumlagið, að vísu erum við hérna með aukafallsfrumlag, en það skiptir ekki máli, við setjum það bara í hérna sama reit. Systur Jóns, og þá sjáum við líka eignarfallseinkunnina hér með gekk, og þá það einmitt dæmi þá sjálfstæða sögn sem við þurfum ekkert endilega að fá andlag með. Og hér það þá atviksliðurinn sem heldur áfram með setninguna rosalega vel, annar atviksliður lýsir aðalorðinu nánar þar, á námskeiðinu, forsetningarliður, forsetningin á tekur með sér nafnliðin námskeiðinu. Þá það síðasta verkefnið í þessu hefti,
sem við áttum að finna valin atriði í hverjum og einum lið. Fyrst frumlög, svo andlög, svo sagnfyllingar, einkunnir og eignarfallseinkunnir og loks forsetningarliði. Þarna verðum við að vera alveg vissum hvaða atriði við erum að leita að hverju sinni, líka passa okkur á orðaröðinni, átta okkur á samhenginu, af því að það nú aldeilis oft að hlutverkið ræðst af samhenginu, stöðunni í viðkomandi setningu. Förum þá snöggvast yfir þetta. Ef við skoðum, ef við ætlum að finna frumlög, þá þetta auðveldast að finna umsögnina í leiðinni, af því að umsögnin, þá getum við spurt okkur hver framkvæmir þessa umsögn. Til dæmis þá hér. Hér umsögnin voru. Hverjir voru sólríkir? Jú, það voru sannarlega margir dagar. Þess vegna það greinilega frumlagið hér. Í næstu, hverjir nutu veðurblíðunnar? Hver var gerandi þar? Jú, það voru nemendur menntaskólans við Hamrahlíð. Tökum vel til eftir þessu. Þetta allt saman frumlagið. Við verðum að taka allan liðin í heild, bæði aðalorðið sem þetta nemendur og allt sem lýsti aðalorðinu nánar, menntaskólans við Hamrahlíð, sem þá eignarfallseinkunn með forsetningarlið inn í sér. Hérna næsta umsögn, stunduðu. Hverjir stunduðu námið af kappi? Jú, það voru þeir, auðvitað frumlag hérna. Hver nálgast senn? Það eru prófin. Og hvað tekur við? Það langþráð jólafríið. Þannig getum við alltaf fundið gerandan, frumlagið, út frá því að horfa á umsögnina og spyrja okkur einfaldlega þessu, hver framkvæmir þetta? Hver gerandinn þarna? Andlögin, eins og við höfum margoft rætt, þá erum við þá að leita að nafnlið í aukafalli af völdum áhrifssagnar. Fyrst fáum við þá hérna. Hérna erum við með umsögnina sendi, hún tekur alltaf með sér tvöfalt andlag og við sjáum það einmitt gerast hérna, þágufallsandlagið óbeina, vinkonu minni og síðan tólfallsandlagið, beina andlagið, langt bréf. Dæmigert tvöfalt andlag. Hérna, mig langaði að segja, það sama líka þarna, maður segir einhverjum eitthvað, aftur fáum við tvöfalt andlag, henni, óbeina, þágufallsandlagið og svo nýjustu fréttir, beina þolfallsandlagið. Tökum eftir þessu að þetta má ekki vera saman í hotklófum út í þetta í sikkvoru fallinu, þess vegna verðum við alltaf að kljúfa svona tvöföld andlög í sundur. Þágufallsandlagið, þolfallsandlagið og með sínum einkunnum eftir því sem við á. Hérna í næstu þá umsögnin elduðum og við elduðum eitthvað, við elduðum hest, við elduðum kvöldmat. Þá það greinilega hérna andlag með sögnina elda. Að eiga tekur líka með sér þolfallsandlag, ég á hest, svo dæmi sér tekið, ég á fallega íbúð, þá dæmigert þolfallsandlag hér. Þannig sjáum við alltaf andlagið spila með viðkomandi áhrifssögn. Svo mjög gott að finna umsögnina, skoða hvort það áhrifssögn og finna þá viðeigandi nafnlið í kjölfarið. Sagnfyllingar í C hins vegar önnur regla eins og við munum. Þar auðvitað gildir þessi grunnregla að við erum þá með áhrifslausa sögn og við erum þá að leita að lýsingarliðum og nafnliðum í nefnifalli sem kom í kjölfarið. Það þó helst sagnirnar eins og vera, heita, þykja og virðast. Þetta eru svona þessar allra algengustu sem við sjáum í okkar máli. Þá hérna fyrst, hauskvöldin voru falleg. Með sögnina vera kemur lýsingarliður hérna á eftir, greinilega í nefnifalli, greinilega sagnfylling. Drengurinn sem heitir Páll, sögnina heita, tekur með sér sagnfyllingu ef við fáum nafnlið hérna á eftir, eins og hér í nefnifalli, greinilega sagnfylling. Hann þykir fyrirmyndapiltur, en nú áttu það sama, sögnina þykja, tekur með sér sagnfyllingu, hér nafnliður á eftir í nefnifalli, sama sem sagnfylling. Aftur fáum við sögnina heita og þá hér líka sagnfylling, sögnina vera, og enn og aftur sagnfylling og sjáu þið hérna með einkunn líka og að virðast og hérna lýsingarorðs einkunn fyrir lýsingarorðs sagnfylling sem kemur hérna á eftir henni. Þannig koll að kolli sjáum við þetta munstur aftur og aftur. Í D eigum við að finna allar einkunnir og eignarfallseinkunnir. Nú munum við að einkunn dálítið viðtakt hugtak, þetta getur til hins bæði verið nafnliður og sérstaklega lýsingarliður sem virkar sem einkunn, hins vegar það bara nafnliðir sem geta verið eignarfallseinkunnir. Þá skulum við sjá hérna, hér til dæmis litla stúlkan, dæmigerð lýsingarorðs einkunn að fylgja þá með stúlkunni,
líka rauða að fylgja með húsinu. Hér hins vegar höfum við þá aðalorðið systir og þá sjáum við hérna dæmi eignarfallseinkunn, kemur alltaf fyrir aftan aðalorðið og lýsir því nánar, vinkonu hennar, allt saman komið í eignarfall og að lýsa systurinni nánar. Það léku sér allan daginn, hér þá dæmi fornafn sem einkunn með daginn, góðan mat, dæmigerð lýsingarorðseinkunn, þá hérna með mat og önnur eignarfallseinkunn hér, stúlkunnar, nafnliður í eignarfalli sem að lýsa ömmunni nánar. Og að lokum erum við beðin að finna alla forsetningarliði, við getum rifjað upp jöfnu forsetningarliðar þá fyrst, það alltaf að minnstakosti 2 orð, eins og við munum nú sjá hér í langflestum dæmunum, að það alltaf forsetningin fyrst og síðan nafnliðurinn í kjölfarið. En það allur sá nafnliður sem fylgir í kjölfarið með sínum einkunnum eða eignarfallseinkunnum eins og við munum líka geta séð núna rétt á eftir. Flestir þessir forsetningarliðir eru mjög einfaldir, hérna til dæmis í bæinn, forsetningin í og stýrir þá fallinu á bænum hér. Á nýtt kaffihús sjáum við hérna einmitt að þá nafnliðinu búin að taka með sér einkunn sem allt í góðu lagi og stýrist þá af forsetningunni á. Með okkur enn önnur forsetning sem stýrir þá fallinu hérna á nafnliðnum hér, en svo þessi svolítið sérstakur, þessi forsetningarliður þarna í gamla bílnum Hans Páls. Hér sjáum við sem sagt forsetningin í og svo þá aðalorðið bílnum hér og þetta aðalorð bæði búið að taka með sér sem sagt lýsingarorðseinkunn fyrir framan sig og líka eignarfallseinkunn í kjölfarið Hans Páls, svo að það virkilega búin að bæta við upplýsingum sig, þessi bíll, og allt þetta saman þá einn forsetningarliður, forsetningin pluss nafnliðurinn í heild sem kom á eftir. Umhverfis líka dæmi forsetningu og umhverfis tjörnina þá nafnliðurinn sem hún stýrði falli á þarna. Handa höfum við þegar séð í öðrum setningum, líka forsetning, og þá Páli fær fall af því, úr bænum alveg sama formið og til Páls sömuleiðis. Sem sagt, greinirett grunnform þarna, alltaf auðvitað forsetningin sjálf sem við þekkjum á því að nafnliðurinn á eftir komin í annað fall. Það verður að vera auðvitað þessi tegund smáorða, forsetningarnar sem hafa þessi sérstöku áhrif og svo nafnliðurinn í heild sem kemur á eftir. Ég vona að þetta yfirlit hafi aðstoðað þig við að átta þig á lausnunum á verkefnahefti númer 3.